Að gera dagbókarfærslur svo aðgerð sem hvað mest notuð í bókhaldskerfum. Það því mikilvægt að þetta sé góð og einföld aðgerð og svo sannarlega í notandakerfinu. Til að búa til nýja dagbókarfærslu farið inn í bókhald og valið dagbókarfærslur eða smellt beint á flýtifærsluna dagbókarfærslur. Undir dagbókarfærslum maður ekki bara að gera færslur af banka og yfir á kostnað, heldur maður líka að taka á móti greiðslum frá viðskiptavinum og greiða reikninga til birgja. Það valið hérna undir farsegund dagbókarfærslur. En notandakerfið býður upp á svokallaðar flýtifærslur. Það eru forstofnaðar færslur sem eru þegar uppsettar í kerfinu eða að þú getur sjálfur búið til slíkar færslur sem að flýta fyrir því þegar þú gerir sams konar færslur aftur og aftur. Flýtifærslur eru gerðar með því að velja flýtifærslur. En inn í dagbókarfærslum getum að kalla fram flýtifærslu með því að fara í þennan hérna reit. Maður velur fyrsta stafinn í flýtifærslu sem maður leitar að. Það til dæmis símigreitu með greiðsluseðli eða símigreitu með vísa og það svo færsla sem við ætlum að kalla fram núna. Þá sjáum við að lýsingin kemur sjálfkrafa, uppsetningin á lykli og banka kemur sjálfkrafa. Það eina sem við þurfum að gera að velja rétta dagsetningu. Og setja inn viðeigandi upphæðir. Í framhaldi af því hægt að bóka færslu. Færslu niðurstaðan sést hérna fyrir neðan og þar sést á hvaða reikninga upphæðir fóru. Og hér fyrir ofan getum við strax farið að gera næstu færslu. Skjalnúmerið númer DF0091 og næsta skjalnúmer númer DF0092.